Komið sæl, Birgir Þór heiti ég fyrir að horfa á SO Motorsport. Að þessu sinni það Hellutorfaran sem Flugborgunarsveitin á Hellu heldur ár hvert. Svanur Lárusson formaður sveitarinnar. Hvað oft þið búin að halda þessa keppni? 32 svar. Byrjuðum 1973. Þetta 32. eða 33. 32. Já. Hvernig leggst þið tíð? Mjög vel. Mjög vel. Hvaða fyrirmæli fá dómarar í dag? Haga sér eins og menn. Taka vel eftir. Hvenær menn út braut og hvenær ekki? Það þessi gamla góða og gilda regla. Það bara bein leið á milli hliða. Og það tekið mjög stíft á því. Engin frávik þar? Nei, það hvergi frávik. Margar tímabrautir? 2 tímabrautir, svo mýrin ekkin á tímabrautarreglum. Það að segja menn fá bara 10 stig í refsingu fyrir hverja stigu en ekki tekin á tíma. Og það eru 300 stig þar? Það eru 300, já. Hvernig heldur þetta að fari? Ekki alltaf best að segja no comment. Nei. Herðu, verðum við ekki að treysta á það Sigurður Þór Jónsson vinni hérna einu sinni? Já, það nú eiginlega komin tíma á það. Já, hann náði alveg skilið strákurinn, sko. Ég held það. Ég veði á Sigga. Gott hjá þér. Hann trúir því að þú náir sigri? Já, það væri nú óskandi, það kæmi nú kannski að því. En við erum náttúrulega Hellu, það búið að koma smábílun hérna strax fyrstu tímana. En við skulum vona að þetta hangi núna. En brautirnar í byrjun svolítið haftrætti, held ég. Það fer svolítið eftir röðinni í þetta. Ég tel mig verið svona sæmilega heppinn með rásröð. Nema það, ég síðastur í mýrina, eða reyndar bæði ég og Gunni, þannig að þetta geti sloppið. En brautirnar, fyrstu 3 brautirnar, þær hafa nú ekkert verið að breytast á milli bíla á síðastliðnum árum? Nei, þetta svolítið harði kantar, sko. Og gefa ekkert eftir? Nei, ef menn spóla meira úr köntunum niðri, þá náttúrulega meiri frákast fyrir bílana, sko. Þannig að Bjarki fyrstur í fyrstu braut og ég annar og ég tel hún sé fær. Það einhver álaga blettur þarna inn í botni fyrir þig? Já, ég ætla að taka róluð hann aðra brautina. Sjá hvort hann hangi þá ekki. Allavega vélinn fór þar í fyrra og þannig að við skulum sjá hvað það gerir núna. Og svo nú stefnan að við séum 4 sem viljum fara út til Noregs núna á miðvikudaginn næsta. Bílarnir fara í skip á miðvikudaginn. Og við erum 4 og það var samið 3 helgustu bílarnir fara. Þannig að við skulum sjá hvernig það verður. Það var ég, Gunni og Leo og Bjarki. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta endar. Gangið vel. Takk fyrir. Og við skellum okkur strax í fyrstu 3 brautirnar, förum hratt yfir sögu. Þetta Bjarki Reynisson á Land Rover. Og hann keppir í göddubílaflokki með mun afkastaminni dekk heldur en þeir í breyttaflokknum. Og ekki fær nú Bjarki með 170 stig hér. Sigurður Þór Jónsson. Nú sem fyrr þá fara þeir 2 aftur fyrir næstu braut. Og þeir sem að ræsa fremstir í braut nr. 2 fara síðan aftur fyrir þegar að fara í 3. braut og síðan koll á kolli. Sigurður Þór Jónsson nær hér í 200 stig. Og ef að Gunnar reynir ekki. Nei, það greinlegt að þar sem hann búinn að sjá sigur sem að hans helsti keppinautur þá Gunnar ekkert að kroppa eða standa í þetta réttara sagt. Hann fær 170 stig. Og að vanda var fjöldi áhorfenda á keppninu á Hellu sem fór fram í blíðskapara veðri. Það var það Magnús Bergsson. Arnar Pétursson átti að vera næstur en var ekki alveg tilbúinn. Og Magnús Bergsson fær hér 170 stig. Og síðan átti Magnús Torfi Ólafsson að koma en Daniel Gunnar Ingimundarson hér. Hefur tekið stórstigum framförum frá fyrri árum og Daniel fær 170 stig, Leo Viðar Björnsson 170 stig einnig, Karl Víðir Jónsson á göttubíl og þetta eru 170 stig. Það greinlegt að það ætla allir að fara varlega hér í upphæfinu og láta þá kannski 4 síðustu þrautirnar ráða úrslitum hér. Ekki brjóta neitt og tapa þar með af möguleikanum á því að blanda sér í toppslaginn. Þetta var Ragnar Róbertsson, hann fékk 170 stig. Við erum hér með Ragnari Róbertsinni. Fáum svona aðeins nasasjón af því hvernig þetta lítur út.
er kantur þarna sem að gerir það verkum að menn leggja ekki í þetta. Jón Þorgeir Sigurðsson, nýliði, og ekki nú ákveðin 150 stig. Ragnar Róbertsson fekk 170 stig og það var Helgi Gunnarsson sem á að baki einn sigur í torfærinu á Blönduósi í fyrra. Og þetta er þriðja og síðasta umferð Íslandsmótsins í torfæru. Á morgun miðvikudag halda að minnstakosti 3 keppendur til Noregs og keppa 24. september. Það er að segja bílarnir fara út á morgun. Magnús Torfi fekk 75 stig og Pétur Vagnar Pétursson einnig 75 stig. Þeir fóru báður aftur fyrir og það er refsing og staðan eftir fyrstu braut. Sigurður Þór Jónsson með 200 stig og síðan koma þeir þarna margir með 170 stig. Það er AMG Aukaraf sem að aðstoðaði flugbjörgunarsveitina á Hellu við að halda þessa keppni. Braut 2, Gunnar Gunnarsson. Þetta verður slagur af milli Gunnars og Sigurðar Þórs Jónssonar sennilega. Þetta er þannig torfærukeppni að öflugu bílarnir eiga miklu meiri möguleika á fyrsta sætinu heldur en götubílarnir. Og hér í annari braut þá nær Gunnar í 210 stig. Og þetta er eina brautin sem að Gunnar er á undan Sigurði Þór Jónssoni. Daniel Ingimundarson hér með 190 stig, 210 fyrir lengdina og 20 refsistig og það er Sigurður Þór Jónsson. Gunnar var 30 stigum á eftir honum eftir fyrstu braut og Sigurður Þór skora jafnmörg stig, 210 stig og næstu því búinn að missa bílinn hér aftur fyrir sig. Hann nefndi það að braut 2 væri álæga blettur og næstu því búinn að velta. Sigurður Þór Jónsson með 410 stig, Gunnar Gunnarsson 380 ásamt Leo Viðari Björnsyni, Bjarki Reynisson og Daniel Ragnar Róbertsson allir með 360 stig. Þriðja braut. Það er Magnús Bergsson sem að fer fyrstur. Þetta er einn þriðji brautferðarnar búinn. Og þetta eru 50 refsistig. Refsingarnar eru sem fyrr ef að menn fara ekki í gegnum hliðin refsilaust, það er að segja á milli dekkjana á þess að snerta þau, þá er refsingin svo að ef að þeir snerta dekk og eru inn í hliðinu þá tapast 20 stig. Ef að brautarmerking er undir miðjan bíl, það segja 2 hjól bifreiðarinnar sé innan brautarhliðsins, þá tapast 50 stig og sé aðeins 1 hjól bifreiðarinnar inni í hliðinum, að þá er refsingin heil 100 stig. Og Magnús Bergsson fekk 210 stig fyrir lengdina en 130 refsistig og fekk þar að leiðandi aðeins 80 stig. Daniel Ingimundarson. Og hér fer hluti fjöðrunarkerfisins undan bílnum, loftbúðin, og hérna tapar hann 50 stigum. Daniel skora hér 220 stig eða heil 140 stig í refsingu og þannig að hann fær aðeins 80 stig fyrir þetta. Og þetta er loftbúðin. Þá er það Leo Viðar Björnsson. Kemur þarna rétt upp á, vel gert hjá honum og hann tapar aðeins 20 stigum á rauðadekkinu þarna. Spurningum að hafa þorið og láta vaða hér í stáli til að ná 350 stigum, en það gerir Leo Viðar ekki. 220 stig fyrir lengd og 40 í refsingu. Helgi Gunnarsson. Ragnar Róbertsson skoraði aðeins 90 stig, Karl Víðir 70 og Jón Þorgeir Sigurðsson 60 stig, en hér fær Helgi Gunnarsson 220 fyrir lengdina en 120 í refsingu. Og Gunnar gerir sig kláran eftir að vera búinn að horfa á aðra keppendur fara í brautina. Á sama tíma er Sigurður Þór Jónsson farin af stað í brautina og hann kemur þarna vel upp á en snertir þarna með öðru afturhjólinu, það er fjúka 20 stig. Og önnur 20 en það tapar 40 stigum.
Já, 230 stig fyrir lengdina, þá er það Gunnar. Hann villist þarna aðeins að leið, stoppar og þar með hefði nú kannski átt að fá refsingu, en hann tapar hér 50 stigum á því að hitta ekki á þetta hlið. Og það er eins gott hann sleppi við hliði hér næst í hallanum. Sem og hann gerir. Sigurður fekk 230 fyrir lengdina, Gunnar fær ekki nema 220. Þannig að það er orðin 50 stiga munur á Gunnari og Sigurður Þór. Leo Viðar er einnig þarna í toppbaráttunni í öðru sæti með 560 stig. Bjarki Reynisson leiðir í göttubílaflokki. Ragnar Róbertsson þar í öðru sæti. Fjórða braut. Og förum hrætti við sögum Daniel Ingimundarson. Þetta var svona nokkurn veginn beint upp. 350 fyrir lengdina. 45 refsistig. Leo Viðar Björnsson. Þetta var einu svona erfið braut, en hún er það ekki lengur. Sjáum við hér Karl Víðir Jónsson á götubíl og Ragnar Róbertsson einnig á götubíl. Báðum í 350 fyrir lengdina, en Ragnar refsilaust. Karl Víðir með 30 refsistig. Jón Þorgeir Sigurðsson, hann fyrir reyndar út fyrir brautina og færast 230 fyrir lengdina. Helgi Gunnarsson 350 fyrir lengdina, mínus 45 stig. Bjarki Reynisson var í fórustu í göttubílaflokki, en hann hittir ekki á endahlið og færast 240 stig og fellur þar með úr toppsætinu í göttubílaflokki. Sigurður Þór Jónsson. Hann snertir dekki í endahliði. 10 refsistig og missir hljóðkút sem er ekki mjög heitur. Það svipar til fjöðrunarkerfisins úr bíl Daniels, en þetta er hins vegar hljóðkúturinn, annar tveggja. Sigurður Þór Jónsson 350 stig, kom með 940 stig, það er Gunnar Gunnarsson. Nei, algjört kærleysi og aðeins 240 stig fyrir lengdina. Greinlegt að Gunnar hélt að þetta væri auðveldara en það var, og það var honum að falli, og hann er nú orðin 150 stigum á eftir Sigurði Þór Jónssoni. Magnús Bergsson 350 stig, 25 refsingum, og staðan Sigurður Þór Jónsson með 940 stig. Leo Viðar Björnsson í öðru sæti. Ragnar Róbertsson komin upp í þriðja sæti. Gunnar fallið niður í það fjórða og við sjáum að Bjarki fellur þarna niður í 9. sæti. Og þá er það á svipuðum stað, 5. braut. Karl Víðir Jónsson. Vel gert hjá honum. Það er ekki mikið grip í þessum sandi og þarna eru klappir fyrir framann sem þarf hraða til þess að fara upp. Karl Víðir 200 stig fyrir lengd, 20 í refsingu. Ragnar Róbertsson, og hann hikar augnablik hér, er úr setna á gjöfina og aðeins 130 stig fyrir lengdina. 50 stigum minna heldur en Karl Víðir Jónsson. Karl Víðir fekk 200 stig fyrir lengdina, 20 refsistig, 180 stig samtals fyrir brautina. Ragnar Róbertsson aðeins 130 stig. Sigurður Þór Jónsson. Nei, þarna er refsing upp á 50 stig og ekki hærra en aðrir og aðeins 135 stig. Þá er það Gunnar Gunnarsson á möguleika á því að krafsa aðeins í forskot Sigurðar sem var orðið 150 stig og hann gerir það með því að hann fær aðeins 20 refsistig þar sem að Sigurður Þór Jónsson fekk 50 refsistig, þannig að munurinn á milli þeirra tveggja núna þegar 4 brautir er eftir er 120 stig og þarna er gripið svo mikið á afturdekjunum að framhjólinn hanga ekki niðri og Gunnar hafði kannski ekki alveg stjórn á því hvert bíllinn var að fara á leiðinu upp brekkuna en stýrði því vel á leiðinu niður. Sigurður Þór Jónsson með 1075, Leo Viðar í öðru sæti 985 stig, Gunnar Gunnarsson með 955 stig og Ragnar Róbertsson í fórustu í göttubílaflokki með 30 stig forskot á Karl Víðir Jónsson. Þá er það fyrsta eða fyrri tímabrautin. Talsverður atgangur í tímabrautunum á Hellu. Þær eru langar og sléttar tiltölulega, þannig að menn geta haldið svo nokkrum hraða. Bjarki Reynisson fer fyrstur hérna hjá okkur.
Við hjá SO Motorsporti munum að sjálfsögðu fylgja Íslendingunum til Noregs 24. september og mynda þær keppnir svo framalega sem fáum leyfi hjá norska landssambandinu til þess og það voru sýnt frá þessari keppni hér á Sýn í októbermánuði. Bjarki Reynisson á 39.80, Sigurður Þór Jónsson var 120 stigum á undan Gunnari Gunnarsinni þegar að farið var af stað í þessa braut, en nú er hægra framhjólið hjá Sigurði hætt að taka, brotin öxull. Sjáum það þegar lendir hér, tekur á vinstra framhjólinu en ekki á því hægra og hér brotnar hjólið hreinlega undan og Sigurður er ekki kominn í endamarkið og fer ekki lengra en þetta er dýrmætt, hann fer hans 98% tímabrautarinnar, það þýðir að hann fær 98% þeirra stiga sem að sá sem að nær lakasta tímanum fær. Með að vera 9 klári að þá fær hann 98% af 190 stigum. Sigurður er bara stopp hér og eins víst að hann glutri niður öllu sínu forskoti á Gunnar Gunnarsson. Fari Gunnar Gunnarsson þessa braut hraðast allra og refsulaust að þá tekur hann forystu í keppninni þegar 2 brautir eru eftir. Hraðinn nægur en hefur hann ekki snert neina brautarmerkingu og 10 stig fari inn en ekki tekur hann forystuna. Já, tíminn frábær, 34.43, besti tími í brautinni en hann snerti tvisvar. Það eru 20 stig í refsingu þannig að hann er núna í öðru sæti með 16 stigum minna heldur en Sigurður Þór Jónsson. 1251 stig, Gunnar Gunnarsson í öðru sæti með 1235, Leó Viðar Björnsson er í þriðja sæti með 1225, aðeins 10 stigum á eftir Gunnari Gunnarsinni, Ragnar Róbersson í fórhjólsflokki og þá er það Áin og Sigurður Þór Jónsson fer þar fyrstur. Við munum sýna meira frá þessari torfæru í SO Motorsporti eftir hálfan mánuð. Næstkomandi þriðjudag er Evrópukeppni í knattspyrnu á dagskrá á Sýn, nokkrir leikir. En Sigurður Þór Jónsson veit að hann þarf á öllum þeim hraða að halda sem að hann mögulega getur náð hér í þessari tímabraut. Og nú er spurningin hvort hann nær beinni stefnu héðan að þessari eyri að myndavélinni. Nei, hann er að beygja hér og hann er á leiðin upp á eyju sem er á miðjunni og hann er að tapa tíma hér. Var besti tími í tímabraut þýðir 300 stig fyrir viðkomandi, annar besti tími er 30 stigum minna, það er að segja 270 stig, þriði besti tími 250 stig, 50 stigum minna heldur en fyrir besta tíma. Og Sigurður tapaði tíma hér í ánni áðan 1:13.98 og þá er það næstur Gunnar Gunnarsson. Þetta er einvígi á milli þeirra og þriðji aðilinn sem blanda sér í það einvígi er Leó Viðar Björnsson. Það er alltaf hægt að kalla það einvígi þegar að 3 eigast við. Já, heldur ákveðnari en þá kannski ekki alveg nóg ákveðin hér Gunnar. Að standa á gjöfinni og nota síðan bremsurnar áður en þessi uppbeygja er tekinn. Þetta gerir Gunnar vel. Beina stefnu upp á eyrina og nær þar upp hraða aftur. Og ofan á vatninu. Hér er hann strax búinn að græða 10 sekúndur allavega, ef ekki meira á Sigurður Þór Jónsson. Sigurður Þór Jónsson var í forystu fyrir þessa braut en með þessum hraða og góða akstri. Já, Gunnar Gunnarsson 58.67. Hann er heilum 15 sekúndum fljótar að aka brautin heldur Sigurður Þór Jónsson og nú er bara spurning hvort einhver verður á milli þeirra tveggja. Því miðað við þetta að þá er Gunnar Gunnarsson með besta tíma og Sigurður Þór Jónsson annan besta tíma og þá fær Sigurður Þór Jónsson 270 stig.
Báðir voru þeir refsilausir í gegnum þessa braut. Þetta Leó Viðar Björnsson sem var í 3. sæti. Nei, hann að tapa tíma hér, þessi bíll leggur vel á. Þannig að ætla sér hins vegar allan þann hraða sem hann mögulega getur náð í til þess að fara yfir ána. Sökkva ekki eins og Sigurður Þór Jónsson. Þetta vel gert hjá Leó. Aðeins snertir hérna upp á eiguna í miðjunni. Og hann miklu fljótari yfir heldur en Sigurður Þór. Kannski ekki miklu fljótari en bakkið hjá honum dýrt í sekúndum talið. 5, 6, 7 sekúndur í bakkið. Og klukkan tifar. Sigurður var 1:13.98 og Leó Viðar Björnsson 1:13.50. Hann 0,4 sekúndum fljótari heldur en Sigurður Þór Jónsson. Gunnar Gunnarsson tekur því forystuna hér og með 34 stiga forskot á Sigurður Þór Jónsson. Leó Viðar Björnsson í 3. sæti, Ragnar Róbertsson í 4. sæti og leiðir í götubílaflokki. Karl Víðir Jónsson þar annar. Eins og ég sagði áðan, við ætlum að sýna meira frá þessari torfærukeppni í hálfum mánuði liðnum og fjalla þá jafnframt síðustu umferð Íslandsmótsins í rally, Pirelli-rallið og 4., 5. og 7. umferð Íslandsmótsins í karti sem fer fram á laugardaginn kemur sur í Reykjanesbæ. Þetta Magnús Bergsson hér á ferð í Mýrinni og hann fær ekki nema 50 stig fyrir þessa tilraun sína. Leó Viðar Björnsson í slag við Ragnar Róbertsson. Vel gert hjá honum, það kraftur í bílnum hjá Leó og hann hvergi smeykur við Mýrina. Nú spurningin að halda hraðanum og ná uppeyjunni. Láta hjólinn snúa og spóla ofan á rennandi blautri Mýrinni. Og fullt af afli. Og Karl Víðir Jónsson að ljúka þessu hér. En þetta ekki nóg. 20 refsistig og hann hafnar í öðru sæti í götubílaflokki. Leó Viðar Björnsson hafnaði í 3. sæti í opnaflokknum og 3. sæti yfir heildina. Ragnar Róbertsson 4. sæti yfir heildina og sigur í götubílaflokki. Og þá það Sigurður Þór Jónsson. Hann veit sem að hann þarf að ljúka þessari braut. Ef hann ætlar að eiga einhvern smá möguleika á 1. sæti hér á Hellu. Hann kominn hér út úr braut og hann hittir ekki á hliðið. En hann gerir sér grein fyrir því og þetta ekki tímabraut. Hann ekki að tapa neinu tíma, hann fer bara annan hring. Hann veit af því að hann hittir megin við flaggið. Og núna stefnan rétt, flaggið hérna megin við hann. Eftir ein hægri beygja. Má gera 2 tilraunir við hverja hindrun, þannig eru reglurnar í brautunum og Sigurður Þór Jónsson fær hér 300 stig, fullt úr stiga. Gunnar Gunnarsson fer næstur og hann gerði sér lítið fyrir og fór sömu leið. 300 stig, engin refsing og sigraði þar með í þessari keppni á Hellu sem fór fram í 30. og annað sinn. Þessi strákar eru að pakka bílunum sínum í gám á morgun. Sá gámur fer til Noregs og þeir munu keppa þar við Normenn, Svía og Dani og Finna. Og við munum að sjálfsögðu fara þangað, fylgjast með þeim. Við óskum Gunnari til hamingju með þennan sigur og hann varð Íslandsmeistari í opnaflokknum og varð jafnframt efstur að stigum samanlagt. Birgir Þór kveður að sinni. Verð
la